Komið sæl, ég kallaði Siggi og ég alkohólisti. Árið 1978 þá vorið þá gekk ég út úr Reykjadal sem var afvitrunarstöð SÁÁ í Mosfellsbæ og hafði þá lokið afvitrun þar í 10 daga og ég hef ekki drukkið síðan. Fyrsta sinn sem ég smakkaði áfengi þá var ég 12 ára gamall. Var í réttum og þá kom svona gamall bóndi sem var á næsta bæ við hliðina á okkur og hann sá einhverja aumur á mér og tók upp fleyg sem var með í rassvasanum og hellti úr fleignum í svona koparstaup og sagði: "Drekktu þetta og þér hlýnar." Mikið rosalega leið mér eitthvað vel á þessu og mér fannst líka þetta vera svolítið svona fullorðins eitthvað Og maður sneri sér bara að fullu í því að reyna að njóta þess að drekka og skemmta sér og leika sér og ég svona fékk það mikinn áhuga á þessu ljúfa lífi að ég átti erfitt með að tolla í skóla og vildi bara fara út að vinna og reyna að verða fullorðinn mjög fljótt. Ég var ekki mjög gamall og var rétt kannski rúmlega 20 í raun og veru þegar ég lendi í fyrsta sinni í því að geta ekki stoppað drykkju og það endaði með því að í eitt skipti þegar túrinn var orðinn lengri en ég ætlaði að þá fann ég það að ég gat ekki hætt og þá fór ég í fyrsta sinn inn á Klepp. Ég hafði verið alinn upp í Kleppsholtinu og vissi svo sem svolítið þessa stofnun en mér hafði aldrei óhugað sem ungur dreng þar að leika mér í túnunum að ég ætti eftir að leggjast þar inn sem drykkjumaður. Dvölin var mislöng þar eftir hvernig bara ástandið var. Þetta var fyrst og fremst bara fráhvarfseinkenna meðferð. Þeir voru bara að hjúkra mönnum í gegnum þann tíma og síðan voru menn útskrifaðir þaðan bara heim. Áfengissýki hún bara þróast og verður stigversnandi eins og vitað og þetta gat ekki enda nema með upplausn í sjálfu sér og það sem gerist í framhaldi af því það að fjölskylda mín leysist upp og eftir margar innlagnir á Klepp og ég missi vinnu og ég fer að lenda í steininum og ég fer að missa bílpróf og þannig að áfengisins vegna þá fara að koma alls miklir skuggar inn í mitt líf. Árið 1977 þá var mér boðið að fara í meðferð á Vífilsstaði sem ég þigg ekki á þeim tíma en árið seinna þá var ég aftur inn á deild 10 og þá tók ég það boð og fór í meðferð og féll aftur og þá hófst upp stutt tímabil sem síðan endaði upp í Reykjadal hjá SÁÁ og það má segja í þeirri dvöl að þá urðu svona einhvers konar vakning, ég kallaði það hugarfarsbreyting mikil. Fer í þessi 12 spora samtök og bara í rauninni endurreisi mitt líf. Ég eignast nýja fjölskyldu og ég fer út á vinnumarkaðinn og fer að vinna við það sem ég hef ánægju af að gera og er búinn að gera alla tíð síðan. Í dag er ég búinn að hlaupa 37 eða 8 maraþon í keppnum og 400 km hlaup og þar af eitt í heimsmeistarakeppni með sér. Og þetta byrja ég að gera þegar ég orðið 50. Ég held að mín barnabörn séu orðin 12 eða 14 og hennar barnabörn er ábyggilega orðin 20 eitthvað og svo eru komið barnabörn og þannig að þetta er rosalega stór hópur. Reynum að draga þau öll inn til okkar á jólunum, á annan jólum, þá reynum við að koma þessu saman og þetta geta orðið 50-60 manna veislur sem eru þarna í okkar húsnæði og það er alveg ógleymanlegt að sjá þetta. Og
Maður, auðvitað, á þeim stundum, sko, þá bara fyllist maður lotningu yfir því að hafa verið svo lánsamur að fá að vera ódrukkinn og edrú og geta haldið, sko, þeirri stöðu.